Miðjuverkefni snýst að skipta út kjarnakerfunum hjá RB. Það sem sagt sem kallað innlán og greiðslukerfi. Það sem sagt innlánsreikningarnir okkur í bönkunum og svo það sem snýr að greiðslum á milli banka og milli einstaklinga og fyrirtækja hverju sem er. Og þetta er svona kjarninn í allri bankastarfsemi í rauninni á Íslandi. Fyrir RB þá er náttúrulega við fáum tækifæri til að skipta út og endurnýja mörgum gömlum lausnum og koma þeim í nútímalegt form. Og náttúrulega risastórt verkefni og mikið að gera og bara ofsalega skemmtilegt og góður andi og svona með. Skiptir miklu máli. Tilgangurinn er margþættur. Fyrsta lagi erum við með mjög gömul kerfi sem eru bara orðin mjög áhættusamt að reka, lítil þekking á þeim og gömul tækni og svo framvegis. Þannig að það er bara komin tíma á að skipta þeim út. Í öðru lagi erum við tilgangurinn að hagræða í bankakerfinu. Nýja lausnir fela í sér mörg tækifæri í alls kyns hagræðingu og einföldun á ferlum og öðru inn í bönkunum. Síðan er verið að einfalda ferlana í bönkunum, það er verið að taka út í notkun nýja tækni og svo framvegis. Þannig að þetta er eiginlega fjölþætt og mjög nauðsynlegt verkefni bæði fyrir RB og fyrir bankana. Við erum aðeins að reyna að komast inn í nútímann. Ég er náttúrulega fulltrúi gömlu reiknistofunnar og þó að við höfum gert ýmislegt ágætlega þá er þetta orðið svolítið gamalt sumt af því sem við höfum búið til. Þannig að þetta er svona við erum að ganga í endurnýjun lífdaga með þessu verkefni. Þetta er alveg lífsnauðsynlegt verkefni fyrir RB. Við erum komin með gömul kerfi og sem þekkingin fer að fjara út. Fólk er bara að komast á aldur til kann á því og tæknin fer að verða úrelt og þannig að því leyti til er þetta bara alveg nauðsynlegt og í rauninni er að gefa RB alveg nýja framtíð. Það þarf að hugsa öll atriði sem tengjast innlánakerfunum. Það er svo margt annað sem að spilar inn í, varðandi heimildagjöfina og alls konar stöf sem þarf að hugsa fyrir líka. Þannig að þetta er heljar stórt verkefni. Þeir sem hafa ávinning af þessu verkefni, það eru náttúrulega bara allir hagsmunaaðilarnir sem eru bæði reiknistofan, bankarnir og svo kannski bara almenningur allur ef þetta skila sér í aukna hagræði í fjármálageiranum. Kerfin eru orðin gömul. Þó það hefur reynst vel þá er komin tíma að endurnýja þau og til þess að við bara hreinlega missum ekki af lestinni, að viðskiptavinir okkar vil ekki bara hlaupa ekki á einhver aðra hesta, þá þurfum við þá tökum við þátt í þessu verkefni.